Grænlenskir dagar hafa verið í Reykjavík frá því á fimmtudag og lýkur með málþingi á þriðjudag. Hrafn Jökulsson, formaður Hróksins, segir samskipti Íslendinga og Grænlendinga alltaf verið að aukast. Heimir Már leit við í Hörpu í dag. Grænlenskir dagar hófust í Melabúðinu á fimmtudag, bæði með kynningu og matarmenningu Grænlendinga og alls konar uppákomum. En í dag var boðið upp á grænlenska tónlist í Hörpu og ýmsir grænlenskir hönnunargripir voru sýndir. Sörine Kaspersen sem býr á Íslandi segir grænlenska list og hönnun yfirleitt tengjast náttúrunni. Jú, mjög mikið sko, svona náttúrurúsari mikið sko og þú veist, þetta er bara áskonar hérna som sýninga grænlenska skinni og bara áskonar og þetta er bara gaman. Hrafn Jökulsson, formaður Hróksins og félagar hans hafa verið duglegir við að breiða skáklistina út á Grænlandi. Grænlenskir dagar, hvaðan kom hugmyndina að þessu? Hún kom upp í hópi Grænlandsvina sem eru auðvitað fjölmargir og fer sífellt fjölgandi, enda áhuginn á Grænlandi alltaf að aukast. Þannig að þessu koma Kalag, vinafélag Íslands og Grænlands, Hrókurinn og grænlensk-íslenska viðskiptaráði. Þannig að þetta er svona menning, skák og viðskipti sem að sameinuðust þarna þennan góða málstað. Á morgun verður grænlenskt skákmót með trommudansi í Vinu og á þriðjudag verður málþing í Norrannahúsinu þar sem forsprakkar úr grænlensku og íslensku viðskiptalífi flytja áhugaverð ávörp. Áhugi Íslendinga á Grænlandi hafi ekki verið mikill fyrir áratug. En þetta var breyst mjög mikið og augu æ fleiri Íslendinga opnast fyrir því að þarna er stórbrotið ævintýraland bara rétt handan við hafið, gjörólíkt Íslandi og þarna býr stórkostleg þjóð. Ég þreytist ekki á að segja að við erum heppnasta þjóð í heimi með nágranna